Og hvernig fórum við að því að víxla fösum? Við erum með, við þurfum að hafa kraftrás, þar sem við getum víxlað fösum. Og hvernig getum við víxlað fösum í kraftrás? Hvað í kraftrásinni? Við erum náttúrulega með skammhlaupsvörn og yfirárásvörn. Hér höfum við kraftrásina. Við erum með, hér eru bræðuvör, það eru skammhlaupsvörn og yfirárásvörn í þessu bræðuvörum. Við gætum líka verið með sjálfur eða mótorsjálfrófa. Og hérna hefum við 2 segulrófa með 3 kraftrásasnertum. Með því að hafa K1 þá erum við með aðra fasaröðina og hvað myndi gerast ef við myndum setja K2 inn á meðan að K1 er inni? Myndi ekki slá út? Já, af hverju myndi slá út? Það er mikið álag? Nei, það er ekki of mikið álag. Það er alls ekkert of mikið álag. Það er náttúrulega hlutinni geti ekki gengi í sömu átt. Sko, í einu tilfelli þá gætum við haft báða segulrófana inni. Og í hvaða tilfelli gæti það verið? Það var sama kóður og viðmið og ekki að slá út eða slá. Já, sem sagt, oftast þegar við erum að nota svona rás til þess að láta færibandið fara í sitt og hvora snúðsáttina, þá getum við alls ekki haft þessa segulrófa samtími sinni. Það gengur ekki, en ég er bara að reyna að rifja upp af hverju ekki. Hvað þurfum við að gera? Sko, hér er fasi 1, L1. Hann kemur hérna beinustu leið niður á mótornum. Síðan þegar hann kemur hér í gegnum K2, ef að K1 er ekki inni og við setjum K2 inn, þá tengjum við L1 hérna lengst til hægri, þar sem að L3 var. En hvað myndi gerast ef að K1 og K2 væru samtímis inni? Svo maður skoða það. Stækkum þessa mynd upp. Hvað myndi þá gerast? Þegar þá myndi L1 vera tengdur hérna og við förum í gegnum strauminn hérna í gegnum K1 snertuna, förum svo að skoðum hérna ef að svo er tenging hérna milli K1 og K2 og K2 tengir þessa snertu hérna og hann tengir þá snertu yfir í vír sem að fer í hvaða fasa? Fer í L3 fasan. Hvað gerist þá? Blossar. Ha? Ekki blossar. Blossar, já, og við köllum það skammhlaup. Akkúrat. Það er ástæða fyrir því að við megum alls ekki láta þessa 2 segulrófa vera samtími sinni. En það sem ég var að segja áðan, að ef að menn þegar menn eru að tengja þetta upp, þá gætu menn tengt nákvæmlega sama fasan í gegnum bæði K1 og K2. Og í því tilfelli þá myndi mótorinn ekkert snúa við snúðsáttunni sinni, heldur myndi fara í sömu átt. Þetta hefur oft gerst hjá okkur, sko, að menn hafa bara gleymt að víxla fösum í gegnum að haft aðra fasaröðu gegn K2 og í rauninni þá gæti það alveg virka að láta K1 og K2 vera inni á sama tíma, en það hefur engan tilgang, það er enga þýðingu. En þá myndi ekki verða skammhlaup ef það tengja nákvæmlega sömu fasana í gegnum sig.
En með því að tengja víxla fösum, sem sagt, vera með L3, hann tengir hérna inn á L1 í gegnum K2. Það er þannig að það er L1 og L3 sem er víxlað. Ok? Og þetta þýðir það, ef við erum með færiband Er það betur snúningsátt? Já, akkurat. Ég er að beita snúningsátt á 3-fasa mótor. Þannig að 3 fasar inn á tengibrettið. Akkurat. Sko, í gær, var það ekki bara í gær? Jú, þá vorum við með stjörnu 3 sæsingu og þau munið eftir tengibrettinu þar vorum við með 6 tengingar. Þetta er alveg sama tengibretti sem er á þessu mótor hérna, sko. Það er bara ekki sýnt. Það er bara sýnt beint inn á mótorinn. Og við erum ekki með stjörnu 3 ræsingu á þessum hérna, við erum bara með beina ræsingu á hann. Og hérna erum við með yfirálsvörnina hérna, F2, og hérna er skammhjólsvörn F1. Og hér erum við með snertu úr yfirálsvörninni. Við myndum hérna tengja hana bara inn í straumrásina að spólunni. Já, inn á já, við getum sett það einhvers staðar inn í rásina. Við getum raðtengt það til dæmis hérna við L1. Þannig að ef að mótorinn er með yfirála þá myndi við ekki fá neitt straum út á sem sagt hvorki K1 né K2. Þannig að þessu stendur L1, þar getum við tengt snertuna inn á og tengt L1 í gegnum snertuna. Þessa snertu hérna, yfirálið. Ok, hér erum við líka með bræðvar, gæti líka verið sjálfar. En sem sagt, það sem við ætlum að gera, það er að búa til stigarit. Ég ætla að reyna að sjá hvernig gengur hjá ykkur að útbúa stigarit samkvæmt þessum texta hérna. Við erum með eitt færiband og við ætlum að láta það keyra fram og tilbaka og þess vegna þurfum við þessa upprifjun á snúningsáttar breytingu á 3-fasa mótor og við erum með nándaskynjara N1 hérna og það þarf að vera hlutur þar til þess að getum ræst. Svo fer hluturinn að N2. Þar stoppar bandið og gaumljós kviknar. Hérna er textinn. Sem sagt, þegar hlutur er settur á færibandi við nándaskynjaran N1 á enda A og þrýstir á S1, það er stertrófinn, þá fer bandið í gang og hluturinn fer til hægri að enda B og gaumljós H1 er kveikt með N2. N2, þegar við erum komin hérna út á enda, þá kveikir N2 á þessu gaumljósi og þá helst það inni. Og það helst inni með set-skipun. Við vorum búin að fara yfir þessar skipunir, set og reset. Settum við S í útganginn. Ok, þið reynið við það. Þar stöðvast hluturinn við nema N2 og býður í 0,5 sekúndur. Því það mótorinn fer út, K1 það fer út og býður í 0,5 sekúndur. Eftir biðtíman þá fer bandið af stað til vinstri og stöðvast á nema N3. Þegar tímalega er búin að telja hérna, þá á hinn segurófinn að koma inn, K2, og bandið á að fara til vinstri með hlutinn og þá kemur hluturinn að N3 og þá á bandið að stoppa. Sjá. Og stöðvast við nema N3 við enda A og þá sloknar á gaumljósinu H1. Þannig að gaumljósið á að sýna að hluturinn er komin til eða er á hægri endanum og
er að fara tilbaka. Þegar hluturinn er að fara tilbaka þá er gaumljósið kveikt. Og bandið það getur farið í gang aftur ef hlutur er settur við nema N1. Þannig að það er ekki nauðsynlegt að þrýsta á startrófan aftur, þannig að það er nóg að komi bara hlutur við N1 og þá þarf bandið að fara aftur í gang. Við skulum bíða eins með að leysa það þangað til að við erum búin að klára bara að ræsa og fara fram og tilbaka og láta það stoppa. En þegar bandið er í gangi til þess frá hægri til vinstri á ekki að vera mögulegt að virkja hægri snúning með N1. Þetta gerum við með víxlrófum og við höfum skoðað svoleiðis stýrirás áður. Þetta gerum við þá inn í stigaritinu. Síðan stöðunarrofi á að vera tengdur þannig að hægt sé að stöðva bandið hvenær sem er. Það er þetta S2, er stopprófin. Þá ætla ég að sjá hvernig þetta gengur hjá okkur. Förum gegnum þetta verkefni. Ef við klárum það að fylla inn í tengiskrána að hérna er segurofi K1, ég segir H fyrir hægri og ég hef bara sagt hérna vinstri færsla eða svona sátt og þetta gaumljós H1 það við getum sagt gaumljós eða gaumljós og þá er hlutur tilbaka eitthvað slíkt, það er alveg nóg og það þarf ekkert að fylla þetta neitt meira út, svona þetta gaumljósið sýnir bara að það kemur inn þegar að hluturinn er á hægri endanum og er að koma tilbaka og erum við komnir með þetta? Ok. Þá skulum við skoða það þarf að vera hlutur við N1 og hann á að tengjast inn á inngang 1 á stýriliðanum. Þá getum við strax merkt hérna í komment, hægri smelta á þetta hérna í 1 og farið hérna inn inn í komment hérna og hérna nándaskynni 1, N1 og það er kannski ágætt að hafa hérna þetta bara til hliðar svo við séum þetta alveg hérna hlið við hlið sem sagt að startrófin S1 hann kemur þá hérna næst og það væri þá inn á inngang 4 þá myndi við fá hérna inngang 4 hérna í 4 og við merkjum hann hægri smellum og förum í komment og skrifum við hérna S1 og bara start svona S1 start og því að það eru 2 skilyrði fyrir því að bandið kom inn og svo er útgangurinn hérna þá þurfum við að láta það haldast inni þess vegna notum við set Q1 þá erum við komin með fyrstu línuna
Eru þið konum með smá hugmynd hvernig þið getið haldið áfram?
daginn.